Þá kom að 5. liða dagskrá geðheilbrigðismál ungmenna til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Umræðan ofbeldi meðal ungs fólk hefur verið áberandi síðustu vikur og sterkt ákall breytingar. Ég tel þó jafnframt mikilvægt að við vöndum umræðuna. Það alls ekki þannig að öll börn sé fara að ganga með vopn á sér, þó vissulega sé til dæmi það og einnig í okkar samfélagi. Við megum heldur ekki gleyma því sem gott er. Afsakið, týndi mig í tölvunni hérna. Ég tel afar mikilvægt að við sem kjörnu fulltrúar tökum umræðuna hvert hlutverk okkar er í þessu átaki. Er það mögulega okkar hlutverk að leiða samtalið í okkar nær samfélagi, fá heimilinni lið með okkur, skólana, foreldrafélagin og hverfin. En að taka utan þessi mál er langhlaup. Það eru engar skammtíma lausnir en fyrst og fremst þurfum við forvarnir og grípa þau börn sem standa höllum fæti sem fyrst. Snemmtæk íhlutun skiptir mestu máli hér og að við greinum nú þau verkfæri sem sveitarfélagið býr yfir. Við vitum vel að ekkert barn fremur ofbeldisverk í tómarúmi og það er einhverja ástæður að baki þess að þeim líður ekki nægilega vel. Fyrsta skrefið er að taka punktstöðuna í okkar sveitarfélagi. Við verðum að tala opinskátt hlutina en þá án þess að tala einstök mál. Erum við að sjá unglingadrykkju aukast aftur? Er mikið neysla fíkniefna í samfélaginu? Er skólaforðun að aukast? Vopnaburður í skólum? Og síðast en ekki síst, af hverju líður börnunum okkur ekki nægilega vel eins og við höfum séð í nýlegum könnunum? Og þar eru tölurnar skuggalegar. Niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknarinnar eru reglulega kynntar og gefa okkur góðar vísbendingar stöðuna. Þegar hættumerkin birtast þá verðum við að bregðast við með viðurkenndum aðgerðum og kynna niðurstöðuna vel fyrir heimilunum líka. Við þurfum líka að hlusta á fólki sem vinnur með börnum alla daga. Starfsfólk í félagsmiðstöðum, skólum, heilbrigðisstofnunum og lögreglu sem dæmi. En hvernig best að haga þessu samtali? Hver ætlar að grípa boltan? Í því samhengi langar mér að forvitnast það hvort stóra forvarnateymi sé að funda reglulega og hvort það hafi náð vopnum sínum aftur eftir COVID, en það virtist á tímabili sem þetta starf var að lognast út af. Samkvæmt skilgreiningu á litla forvarnateyminu þá að kalla það saman þegar aðstæður í sveitarfélaginu eru þess eðlis að aðgerðið er þörf. Ég spyr, hver situr í þessu teymi og er búið að virka það? Eins langar mig að spyrja hvort verkefni svæðisbundið samráð gegn ofbeldi hafi aldrei orðið að veruleika hér eins og til dæmis á Vestfjörðum og Austurlandi, en ég sé að það var málþing með hlutaðeigundum það verkefni í Hofi árið 2017. En þess má á geta að þetta verkefni er einmitt í aðgerðaáætlun stjórnvalda gegn ofbeldi meðal barna. Eða verkefnið öruggari landshlutar á vegum ríkislögreglustjóra. Nú til öruggara Norðurland vestra sem dæmi í samstarfi HSN. Er þetta borðið SSNE og af hverju erum við þá ekki komin lengra? Þetta geti verið tækifæri til að formfesta betur og útvíkka stóra forvarnateymið okkar. Þegar það var sett á laggirnar, þá var það aldrei almennilega formfest hver ætlaði að halda utan það. En það er kannski búið að gera það núna. Í sumar var kynnt skýrsla á aðgerðaáætlun stjórnvalda til að sporna gegn ofbeldi meðal ungs fólks og vopnaburði. Þar kemur fram að tilkynningar ofbeldisbrot sem börn fremja voru árið 2018 542 en eru 1072 árið 2023. Þróun sem við getum ekki sætt okkur við. Aðgerðahópur var svo settur af stað 4. september síðastliðinn til að vinna því að hraða þeim aðgerðum að bæta í, þar að segja þeim aðgerðum sem kynntar voru í júní.
og þar af snúa þó nokkrar að sveitarfélögunum og mikilvægt að við tökum fulla þátt í þeim og fylgjumst með þeirri vinnu. Sem dæmi svæðisbundið samráð hluti af því, en þetta samvinna 3 ráðuneyta. Þverfagleg nálgun sem við þurfum einnig að taka upp heima í héraði. Akureyrarbær hefur verið að gera margt mjög jákvætt í málefnum barna, unnið að innleiðingu farsældalaga og nú síðast opnaði Akureyrarbær í samstarfi við mennta- og barnamálaráðuneyti greiningar og þjálfunarheimili fyrir börn og ungmenni í neyð. Akureyrarbær hefur einnig tekið þátt í tilraunaverkefni með íþróttarhreyfingunni sem kallast Íþróttafélagið, sem magnað verkefni. Velferðarsviðið hefur boðið upp á frábæra þjónustu sem kallast Askjan, þar sem foreldrar með boðin aðstoð eða þjálfun í foreldrahlutverkinu og haldið námskeið sem kallast samvinna eftir skilnað, sem ég tel bara gríðarlega mikilvægt að fyrir börnin okkar að sú þjónusta sé boðið. Einnig má nefna að Bergi Headspace sem opnaði útibú með stuðningi Akureyrarbæjar hér á Akureyri sem frábær viðbót. Ég ætla þó að staldra aðeins við þeir verkfæri sem við höfum eða höfðum á fyrrum samfélagsviði. Þegar ég sat í frístundaráði síðasta kjörtímabili ræddi við þessi úrræði mjög oft, til dæmis í virkið og ungmennahús og lögðum ríka áherslu á að bæta faglega umgjörð í kringum þá vinnu, koma á skráningu á komum og greiningu á árangri. Það væri forvitnilegt að vita hver staðan á því verkefni eða hvort að einhvers staðar sé hægt að finna einhverjar skýrslur þessa vinnu og bara almennt hver staðan á virkinu og ungmennahúsinu. Eða við eftir vill komin á þann stað að ungmennahúsi að starfa sem félagsmiðstöð og umgjörð kringum aðstöðuna í Rósenborg. Veit fólk almennt af þessari þjónustu sem virkið að veita? Áhugavert var að skoða hvað við erum að ná til stórs hlutfalls af það sem kallast netthópnum hér á Akureyri sem skilgreinast þau sem eru ekki í vinnu, virkni eða í námi og til hvaða aðgerða gripir til að ná til þessa hóps. Það var allavega vinnulagið að framhaldsskólarnir höfðu samband við starfsmenn virkisins og létu vita þegar að krakkar duttu úr virkni og úr skóla. Það var áhugavert að heyra hvort að það sé ennþá og hvaða aðgerði verið að nota til að ná til þessa hóps. Það gefur auga leið að barn eða ungmenni sem komið í þennan hóp líður ekki vel. Eins voru starf eftir klúbbar á miðstigi og fyrir eldri börn sem voru í áhættuhópi eða á jaðrinum og má það nefna VIP, Búi, Tóti tölvuklúbbur, Skólasmiðjan og Amiga í Saltan sjó og fleiri. Úrræði sem voru mörg hver unnin í samræði við velferðarsvið. Gríðarlega mikilvæg vinna sem átti sér stað þarna sé óttast að við höfum mögulega skorið niður eða fært út í skólana sem þjónar þá allt öðrum tilgangi. Því einhvern tímann var hugmyndin að færa tómstundastarf á miðstigi út í skólana, ég veit ekki hvar það verkefni stendur, en það líka bara allt annars eðlis en að sérsníða klúbba fyrir áhættuhóp undir forræði félags í Rósenborg. Við verðum að vera meðvituð að forvarnir kosta en þetta margfaldur sparnaður til framtíðar. Ég fekk þó þau svör frá sviðsstjóra fræðslu og lýðheilsusviðs í dag að það standi til að setja saman eitt hóp og auglýsa í næstu viku í samráði við starfsmenn og velferðarsvið sem bara frábært. Umræða þessi mál hefur bara verið allt of lítil á þessu kjörtímabili og fær lítið pláss í starfsáætlunum. Mögulega hefur þessi málaflokkur pínu týnst í stóru fræðslu og lýðheilsuráði. Ég var skeptisk á þennan samruna á sínum tíma og við vorum samt að vona að þetta verið þá til þess að yrði meiri þverfagleg nálgun á milli sviða, en það þá eitthvað sem þarf að ræða og kynna. Þannig að þetta bara eitthvað sem við verðum að bæta umræðu forvarnamál. Við höfum sett töluvert fjármagn í farsæld barna og ráðningu málastjóra og það okkar að hafa aðhald með því í hvaða fjármagn að fara og hvernig gengur. Ég sé sem dæmi að það hefur ekki verið kynning á stöðu verkefnisins í fræðslu og lýðheilsuráði síðan í apríl 2023. Það mjög mikilvægt að kjörnir fulltrúar sýna þessu málaflokki áhuga og séu vel upplýstir.
Forvarnir eru gríðarlega mikilvægar og eru hluta fyrsta stigs þjónustu farsælda barna. Og til að bregðast við þeim vanda sem stöndur framfyrir núna, telji nauðsynlegt að efla þær. Það var samþykkt að haustið 2022 að leggja meiri áherslu á stafrænt læsi í nýrri forvarnastefnu sem átti að renna inn í nýja lýðheilsustefnu. Hvernig gengur svo vinna sem hefur staðið í mörg ár og án aðkomu kjörinna fulltrúa nema annars slagið inn í ráði? Er aukin áherslu á stafrænt læsi í henni? Ég held að þessi hafið yfir allan vafa að samfélagsmiðlar séu farnir að hafa áhrif á líðan barna og athafnir. Á öðru stigi farsælda barna er unnið með einstaklingsmiðaða þjónustu. Ég hef engar áhyggjur á starfsfólki og að málastjórar sé ekki að gera sitt besta, en eru úrræðin til staðar. Hvernig gengur að manna stöðu sálfræðinga og annarra sérfræðinga í stoðþjónustu? Eins hefur miklar áhyggjur á því starfi sem félag sinnti til að grípa þennan hópa eins og er komin áðan. Er það starf enn til staðar? Erum við til að mynda að setja nætt fjármagn í skólasmiðina sem er dæmi um magnaverkefni sem fekk meðal annars verðlaun og ársýki Samfés árið 2017 og er frábært dæmi um þverfaglega nálgun milli sviða. Og ég veit að þetta hefur reynst börnum gríðarlega vel að fara í það úrræði. Ég hef velt fyrir mér hvernig samstæri fræðslusviðs og félag er háttað, koma forvarnarfulltrúar hvers skóla inn í málateymi barns síns skóla. Ég hef fengið þau svör að svo er ekki sem að ég á bara alltaf erfitt með að skilja af hverju ekki. Erum við að fullnýta þann frábæra manni sem við búum yfir? Á þriðja stigi farsælda barna eru flóknar og erfiðari mál sem eru oftast á forræði ríkisins, sem dæmi geðheilbrigðismál. Aðgangur að geðlækni og viðeigandi þjónustu. Tvisvar höfum við kjörnir fulltrúar Framsóknar óskað eftir umræðu stöðu BUGS eða barna- og unglingageðdeild á SAK inn í velferðarráði en ekki orðið ágengt þrátt fyrir að formaður velferðarráðs hefur gert sitt allra besta til að verða við því. Við báðum fyrst það þegar ljóst var að auki fjármagn inn í BUGL og BUG var farið að hafa töluverð áhrif á starf BUGLs og biðlistar minnka til muna en staðan hér á Akureyri er mjög óljós og í hvað fjármagni fór. Aftur þegar fréttist að HSN ætla að taka við þjónustu BUGs. Hér verðum við að sýna aðhald og standa með börnunum okkar. Við erum að gera marga frábæra hluti og vonandi á réttri leið og þetta tekur allt sinn tíma. En við verðum öll að vera upplýst stöðuna í okkar samfélagi til að geta brugðist við. Þess vegna er svo mikilvægt að við ræðum þessi mál oft og mikið inn í fagráðunum okkar. Bæjarfulltrúi Gunnar Már var búinn að biðja umræðu stöðu barna í fræðslu og lýðheilsuráði og hvaða verkfæri við búum yfir og tel ég mjög mikilvægt að þar komi saman fólk úr ólíkum áttum kerfisins. Við verðum að taka þverfaglega nálgun á þetta. Svo þarf að ræða hvernig við fáum samfélagið og heimilin með okkur. Ofbeldi er samfélagsvandamál. Við upprættum það ekki öðruvísi en með samhentu átaki. Að lokum legg ég fram eftirfarandi tillögu fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa. Frekari umræðum hlutverk sveitarfélagsins í þjóðarátaki gegn ofbeldi meðal barna er vísað til umræðu í fræðslu og lýðheilsuráði og velferðarráði. Jafnframt verði sviðsstjórum fræðslu og lýðheilsusviðs og velferðarsviðs falið að halda utanum og stýra þverfaglegri vinnu við þær aðgerðir stjórnvalda til að sporna gegn ofbeldi meðal ungs fólks og vopnaburði sem snúa að sveitarfélögunum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jóhannesdóttur fyrir að setja þetta virkilega mjög þarfa mál á dagskrá. Og hún fór útskýrði bara vel stöðuna og fór yfir þau mál sem að henni fannst brýnt að við tækjum samtal og ég get bara verið inn í hjartanlega sammála. Ég held að við ræðum þetta of sjaldan. Og ég bara fagna því sem að framkemur í bókun sem að bæjarfulltrúi Sunna Hlín leggur fram að við vísum
þessu samtali inn í þau ráð sem að tilheyra fræðslu og lýðheilsuráð og velferðaráð og tökum samtalið þar áfram. Ég á svo sannarlega ekki sjálf einmitt svörin við mörgum þeim spurningum sem að komu fram í máli Sunnu Hlínar en til bara eðlilegt að við leitum svarana og ef að við finnum ekki svörin þá þurfum við væntanlega eða sjáum ekki að við höfum tekið málið á dagskrá, þá þurfum við að gera þá að finna svörin. En bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom inn á meðal annars SSNE og þáttöku í svokölluðu öruggari landshlutaverkefnum sem í raun búið að stofna í ég held flest öllum landslutum og stendur einmitt til að í næstu viku verður formbundið þetta samráð öruggara Norðurland eystra. En samstarf í rauninni í þessu umdæmi hér hefur verið fyrirmynd í raun annarra svæða í þessu þverfaglega samráði sem á að fara að formfesta hér. En það var einmitt ráðstefna sem var haldin hér börn í viðkvæmri stöðu 1. apríl 2022. Þar sem að fulltrúar sveitarfélaga, félagsþjónustu, barnaverndar, grunnskóla, forvarna, félagsmiðstöðva, framhaldsskóla, heilsugæslunnar og sjúkrahússins komu saman í því skyni að forgangsraða í málaflokknum og leggja mat á það hvar þörfin mest. Og þar einmitt urðu mjög öflugt tengslanett afrakstur þess fundar. Sjálf hef ég tók því miður ekki, hafði ekki tök á að taka þátt í þessum fundi, en stóð það til boða. Ég hef séð skjal þar sem að listuð eru upp ýmis þau mikilvægu verkefni sem að þarf að sinna og forgangsraða. Og ég treysti því að það sé svona eitt af því sem að verði þá farið í að vinna nú þegar menn ætla að taka formlega höndum saman. En það samt sem að auðvitað þannig að það samstarf sveitarfélaga og lögreglu til dæmis á sér þó nokkuð langa sögu. Það eru samstarfsfundir lögreglu og barnaverndar og ekki eingöngu í svona almennt heldur líka þetta bara þegar kemur að einstaka málum. Félagsþjónustan okkar kemur þar einnig að og starfsmenn barnaverndar eru að funda reglulega líka eins og ég sagði vegna einstakra mála. En þannig að þó svo að samstarfi sé til staðar, þá breytir það ekki því að staðan alvarleg og ég tek undir það að við þurfum svolítið að greina hver staðan hjá okkur akkurat núna og vinna út frá því. Þú bæjarfulltrúi Sunna spurðir forvarnateymin, stóra og litla forvarnateymið. Ég veit að stóra forvarnateymið hefur að ég held fundað tvisvar á ári það bil og hefur fundað eftir að COVID-tímabilinu lauk. En ég get alveg tekið undir það eða sagt það að funda, finna verkefnin og gera áætlanirnar, það ekki nóg. Við þurfum að láta verkin tala og ég held að við þurfum að dusta rykið af ýmsu í þeim efnum. En bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom inn á að ég held svolítið lykilatriði í þessu öllu saman. Að við þurfum þorpið til þess að ala upp barnið og halda utan um barnið. Og ég held að það sé alveg lykilatriði, ekki bara að hið opinbera, hvort sem það eru við sveitarfélög eða ríkið eða sem sagt þá skólarnir, félagsþjónusta, allt þetta stofnana. Allar þessar stofnanir, það ekki nóg eitt og sér. Foreldrarnir og börnin sjálf
eru lykillinn og þar þurfum við svolítið að byrja líka samstarfið. Það svo sannarlega rétt að formaður velferðarráðs var búin að leggja mikla vinnu í það að reyna að fá forsvarsmenn bugteymis á fund hjá okkur í velferðarráði af því að þar sit ég líka sjálf. En nú liggur ljóst fyrir eins og fram kom að bugteymið hefur færst yfir til HSN og við fögnum því að forsvarsmaður þess hjá HSN hefur tekið jákvætt í að koma og spjalla við okkur í ráðinu en bað okkur eðlilega að fá svona 3 mánuði, kannski 2-3 mánuði til þess að formgera þetta til þess að hafa kannski meira kjöt á beinunum þegar að yrði komið með kynningu á þessum málum inn í velferðarráð. En í rauninni hef ég þannig séð ekkert miklu við að bæta, ég bara vil ítrekka þakkir til Sunnu Hlínar fyrir að vekja máls á þessu og til bara virkilega mikilvægt að við tökum þetta samtal inn í þessum ráðum og allstaðar þar sem þörf á. Takk. Það hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín kærlega fyrir að setja þetta málið á dagskrá og tek heilsugar undir mikilvægi þess að við ræðum bara heilsu og líðan barna og það hvert okkar hlutverk í því samhengi og þakka bæjarfulltrúa Láru Halldóru líka fyrir sitt innlegg. Það svona mín tilfinning og upplifun að við sem að sitjum í bæjarstjórn höfum tilfinningarlega mjög sterka löngun til þess að gera vel við samfélagið okkar þegar kemur, ekki síst þegar kemur að börnum. Það held ég að sé ekki pólitískar deilur þó við getum alveg 100% fundið eitthvað til þess að vera ósammála Þá held ég að við séum alveg sammála markmið. Okkur langar til að skapa samfélag þar sem að öllum börnum líður vel, þar sem að ekkert barn verður út undan, þar sem að engin mannvera einmanna eða upplifir ofbeldi eða sjálfsvígshugsanir eða kvíða eða depurð eða þunglindi og svo framvegis. Og okkur langar örugglega öllum að skapa samfélag sem að þannig. En sú staða og það að fara að því marki kannski ekkit endilega jafn einfalt á hljómar og ég vil þakka bæjarfulltrúa Sunnu alveg sérstaklega vel fyrir að fara svona vel og ítarlega yfir það sem við erum að gera og sem bendur okkur ekki síst á hvað þetta marglaga og margþætt verkefni. Svo getum við rætt hvort að það eigi allt heima undir geðheilbrigði en allavega líðan, alveg 100%. En við erum að tala svo margt. Við erum nú hérna í Gulu í dag, ég vil þakka forseta bæjarstjórnar sérstaklega fyrir að stinga upp á því í tilefni Guls september að við verðum í Gulu hérna í dag og setja hugan að sjálfsvígum. Og það eru 39 einstaklingar á Íslandi á meðaltali ári sem að fremja sjálfsvíg og yfir helmingur þeirra fyrir 50 ára aldur og sjálfsvígstíðnin 2-falt hærri hjá karlmönnum en konum. Það sem ég langaði líka að tala að ég byrjaði að starfa mjög ung í forvarnamálum og þá sérstaklega tengt fíkniefna og áfengisforvarnum. Mín upplifun þá, sem ég held að sé orðin miklu betri, öllum þessum árum síðar, svo og held ég að við getum jafnvel gert enn betur, að þetta svo tilfinningarlegt, við þekkjum örugglega öll eitthvað sem hefur mist lífið úr sjálfsvígum. Við þekkjum öll börn sem hafa verið annarkvort með sjálfsvígstilraunir eða ofboðslega vanlíðan, þannig að þetta er mjög tilfinningaríkt og það verður svo ofboðslega sterk löngun til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur. En mér finnst svo mikilvægt að við nálgumst hlutina eins faglega og hægt og út frá mælanlegu mælikvörðum. Við erum algjörlega með það á hreinu að við séum að nýta fjármunina í þá ferla eða þau verkefni sem að geta skilað okkur árangri.
setjum okkur markmið hvað það sem við viljum bæta. Við höfum alveg ágætis greiningar til dæmis í gegnum ýmsa skólapúlsa og hvað það nú heitir sem lagt fram í fræðslu og lýðheilsuráði. Ég myndi svo gjarnan vilja við myndum horfa á hvort sem það í gegnum lýðheilsustefnuna eða hvað sem að við viljum setja okkur þá eitthvað markmið. Tala nú ekki að læra af öðrum þjóðum og svo framvegis, en markmið. Hvað viljum við bæta svona tölfræðilega? Og hvaða verkefni erum við að nýta til þess að bæta tölfræðilega það sem við erum að stefna. Af því það svona verður stundum hætt á því að henda bara alls konar og kalla það forvarnir eða kalla það verkefni sem eiga að stuðla ykkur sem við erum ekki einu svona vissum að stuðli raunverulega að því eða sjáum mælanlega endilega áhrif og svo skapast togstreita hvað hefði hvað sem gers og aðri breytingar hafa orðið á samfélaginu og þá förum við oft að tala mjög tilfinningalega málin. Og ég tala nú ekki þá umræðu og þar sem hefur verið einhvern veginn að gerast á undanförnu þegar við erum að sjá á Íslandi bara 7 morð, þar af 3 á börnum. Þetta einhver veruleiki sem ég held að enginn bara ná einhvern veginn utanum. Hvernig getur það gerst? Hvernig getur það gerst að börn eru farin að ganga með vopn í grunnskóla? Hvað að gerast? Og mér svo mikilvægt að við byggjum þetta á gögnum. Eitthvað að gerast? Ef svo hvað það sem að gerast? Hvernig fáum við líka rannsóknarsamfélagið þannig að við nýtum örugglega og horfum á það hvað það Við höfum oft séð að við höfum eitthvað tilfinningu fyrir að mál séu svona hins einn út af þessu eða hinu, en svo fáum við að sjá bara hardcore tölfræði og þá það kannski aðeins öðruvísi en við heldum. Við ræddum fyrir í vetur til dæmis kynferðisofbeldi gagnvart börnum í grunnskólum og hvað þetta væri ofboðslega hátt hlutfall og ég ofboðslega glöð með á vettvangi SSNE hefur að minnstakosti verið farið af stað í þetta verkefni Öruggara Norðurland eystra og vil alveg nýta tækifæri og vekja athygli á frétt á heimasíðu sveitarfélagsins SSNE frá því í gær þar sem verið að auglýsa eftir verkefnastjóra farsældar á Norðurlandi eystra en hlutverk þess einstaklings verður meðal annars að hafa virt samráð við sveitarfélögin á svæðinu og alla þjónustu veitendur farsældar með það fyrir augum að koma á svæðisbundnu farsældarráði, móta verkferla og verkaáætlun og halda utan störf svæðisbundi farsældarráðs og hafa yfirsýn þjónustu sem varða börn í hverju sveitarfélagi og svo framvegis. Ég beindi auðvitað vonir við að þetta gagnist. Ég vil líka flagga því að því við ræddum í bæjarstjórn stöðu lögreglunar, slaka stöðu hennar í rauninni, að þá var að minnstakosti jákvætt merki í sumar þegar að það var ákveðið að efla samfélagslögreglu í aðgerðum gegn ofbeldi meðal barna birtist á stjórnarráðinu 3. júlí sem svona teikn líka inn í þessa mynd. Þar ég vildi líka ræða var að því að mér var svo áhugavert að vorum að tala hvað hvert og hvert hvers að til dæmis sjá ein helstu tengsl líðan barna eftir því sem ég sá örglega í rannsókn sem sýndi fram á að samskipti við foreldra hefðu gríðarleg áhrif á líðan barna. Og það færir okkur síðan líka inn á hugmyndafræði. Þar að segja, hvernig sköpum við samfélag þar sem að foreldrar hafa tíma, hafa ráðrúm og tækifæri til þess að gefa börnunum það sem þurfa. Ég trúi því að aukin jöfnuður í samfélaginu veit okkur meira svigrúm til þess að veita sem flestum tækifæri til þess. Það tengist bara hlutum sem ekki beintengdir forvörnum heldur aðstæðum fólks. Hvernig ætlum við að takast á við biðlista eftir félagslegu húsnæði? Vegna þess að stuðningur við börn snýst til dæmis það. Ef að það eru foreldrar í öngum sínum vegna þess að þau ráð ekki við að vera á húsnæðismarkaði, hvort sem það á fjárhagslegu með öðrum forsendum, þá mun það bitna á börnum líka. Og þegar að fólk þarf jafnvel að vinna myrkran á milli, til þess að reyna hreinlega að eiga í sig og á, það á það ekki tíman handa börnunum sem þau þurfa sárlega á að halda. Þannig að mér finnst við líka þurfa að taka okkar hugmyndafræði og okkar sýn það að vilja skapa samfélag þar sem að börnum líður vel
inn í miklu fleira heldur bara mjög afmarkað þætti forvarna. En ég allavega bara, eins og ég segi, það svona kannski helsta innleggi mitt þetta er málefni sem að stendur hjarta mínu mjög nærri og ég held að við fleiri hérna inn í þessum sal að skipta okkur ofsalega miklu máli og ekki síst þess vegna tel ég ofboðslega mikilvægt að við horfum á mælanlega mælikvarða, nýtum okkur rannsóknir, gerum það sem við getum til að gera samfélagið okkar þannig að sem flest geti blómstrað og dafnað og það sem veitt það sem að börnin þurfa að halda, þau hafi tækifæri til þess líka foreldrar og eins og framkomum réttilega í máli Sunnu, þá held ég að þessi umræða snúist ekki að það sé allt í einhverju klessu hjá Akureyrarbæ, alls ekki. En bara erum við örugglega að gera nákvæmlega það sem að myndi skila mestu til okkar. Eða ættum við kannski að taka aðeins öðruvísi. Erum við að mæla þetta? Erum við að hugsa þetta í stóra samhenginu? Og líka velta því fyrir okkur vegna þess að jöfnuður og málefni barna komin á öll svið hjá okkur. Hvort sem það heitir skipulagsmál. Skipulagsmál getur líka verið tækifæri til jöfnuðar og til þess að koma í verk hugmyndafræði okkar barnvænt samfélag. Það getur verið í öllu sem við gerum og ekki síst í þeirri vinnu sem framundan sem að tengist fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, næst tæktu máls bæjarfulltrúi Hilda Elma Íslandsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mér langar að koma hér upp til að þakka bæjarfulltrúa Sunnu fyrir að setja máli á dagskrá og vekja þannig athygli á alvarleika málsins. Það er svo sem ekki miklu við að bæta og tekið undir áhyggjur þeirra sem hafa komið hér upp. Máli verður tekið upp í velferðarráði á næsta fundi. Ég er alveg sammála stelpunum það að við ræðum þessi mál allt og sjaldan. Við höfum séð að tilkynningum hjá barnaverndinni hefur verið að fjölga síðustu ár eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á og samhliða því þungum málum einnig að fjölga sem grafalvarlegt mál. En eins og bæjarfulltrúi Lára Halldóra kom inn á þá hefur verið gott samstarf á milli barnaverndar, félagsþjónustunnar og lögreglunar í áratugi. Þá einnig virt fjölskylduteymi sem þvert á kerfin, skólaþjónustan, HSN, barnavernd, félagsþjónustan, BUG og BUGL-teymana. Og eins og bæjarfulltrúi Lára kom inn á hér áðan þá stefnir í að við fáum á næstunni kynningu á því sem að fara að gerast þar eftir breytingarnar en við settum okkur í samband við þau langar mér að segja bara í byrjun mars og samtalið búið að vera langt og skrítið. En nýlega opnaði fjölskylduhús á Akureyri eins og bæjarfulltrúi Sunna kom inn á hér áðan og byrja mikla væntingar til þess að það muni aðstoða okkur mikið en þrátt fyrir það vantar okkur enn úrræði fyrir okkar þyngstu mál. Fyrir ári síðan kom út góð skýrsla frá stýrihópi fyrirkomulag þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Þar kom margt gáfulegt fram en síðan þá hefur lítið sem ekkert gerst í þeim málum heyrist mér. Ég tel því mjög mikilvægt að ríki fari að gefa út hvernig á að þjónusta þessi þyngstu mál og hvernig skipting á milli ríkis og sveitarfélaga á að vera í þessum málaflokki. Vonandi fyrir að koma eitthvað frá þeim varandi þessi mál, ég ekki að skilja hvað þetta þarf að taka langan tíma. En ég vil ítreka það hér aftur að samtalið þessi mál hafi ekki verið nægilega oft á dagskrá og langar mig að við breytum því hér með, því börnin okkar eru það dýrmætasta sem við eigum. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Hilda Elma Íslandsdóttir lokið máli sinni, orðið laust. Næst tæktu máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það svo sem ég hef ekki miklu við að bæta. Ég ætlaði kannski bara aðeins rétt að koma inn á það varðandi landshlutasamtökin SSNE af því að þau hafa verið nefnd í þessu samhengi svolítið núna í þessar umræðu sem vel. En bara það kom alveg skýrt fram að þá í rauninni til dæmis SSNE ekki beinn aðili að þessu svæðisbundna samráði landshlutasamtakana. Landshlutasamtök eru þannig uppsett að þau geta komið á samráði þar sem á þarf að halda. Þau hafa vettvanginn til þess að koma sveitarfélögum saman að borði þar sem á þarf að halda.
Og eins og í hins vegar þessum samráðsvettvangi sem tilstendur að stofna eða formfesta hér, að þar eru það aðrir lykilaðilar sem standa að stofnun samráðsvettvangsins. En vissulega það einmitt þannig að eins og bæjarfulltrúi Hilda Jana las hér upp úr starfsauglýsingu sem að birtist einmitt, þar sem verið að auglýsa eftir starfsmanni sem er þá fyrir samráðsvettvang farsældar og allt tengist þetta svo sannarlega og ég bind miklar vonir við þennan samráðsvettvang sem að þar verið að setja á fót, en þar verið hlutverk þess aðila að aðstoða sveitafélögin hér á svæðinu í að samræma sínar aðgerðir í þessum málaflokkum. En eitt af hans hlutverkum eða þess aðila sem að þar verður ráðinn einmitt að vera hins vegar tengiliður SSN við nýja samráðsvettvanginn gegn ofbeldinu. Þannig að það verið að stíga fjöldamörg skref og við erum að byrja þau líka í þessu samtali hér, þannig að ég hvet okkur bara áfram öll. Takk. Bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir lokið málsins orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar, ég að hugsa að leyfa mér að hugsa upphátt og segja eitthvað kannski misgáfulegt, en samt, ég ætla að opna munnin þetta. Við lifum í afskaplega sveiflukenndu samfélagi á seinustu öld. Þá var það stranglega bannað í fjölmiðlaheiminum að minnast á sjálfsmorð, það mátti ekki skrifa þau, það átti að þegja þau í hel. Það ein öfgin. Það átti að lækna eða koma í veg fyrir frekari sjálfsmorð að það væri ekki skrifað þau, sem ég út af því að sé ekki rétt stefna. Ekki fyrir mjög löngu síðan að þá tóku aðalega stúlkur upp á því að skera sig og það sló í gegn, svo ég noti það heldur óviðurkvæmilega orðalag það athæfi, og það var mikið það fjallað í fjölmiðlum og þetta var bylgja. Þannig að þetta var hin öfgin. Annars vegar var það þögnin sem átti að lækna, hins vegar var það háspennu umtalið sem átti að koma í veg fyrir. Svo þegar það lognaðist út af, að þá lognaðist athæfið út af leið, vil ég halda fram, því að eftir því sem ég kemst næsta þá þetta eiginlega gleymt og nánast engin iðkarta lengur, virðist mér eftir mjög lauslega könnun. Þess vegna vil ég, og nú megið þið engan veginn taka það þannig að ég sé að draga úr alvarleik þess sem við erum að ræða hér Það ekki vopnaburður, því að þegar ég var í fyrradag, ungur drengur, að þá áttum við allir vopn, það að segja hnífa, að þótti mjög merkilegt að eiga hníf og því betri sem hann var, því beittari sem hann var, því betri var hann, en við notum hann til að tálka. Það sem að ræða núna það að einhvern veginn hefur að komist inn hjá örfáum að það leyfist eða einhvern veginn leyfist að nota þetta vopn sem við notum áður til að tálka með spýtur, nota það á náungan sem háalvarlegt mál. Ég vil engan veginn að ég skilja mín orð þannig að ég sé að draga úr þessum alvarleik. En að því að við ættum að vísa þessu áfram sem ég hjartanlega sammála, að þá vil ég að við höfum það alltaf á bak við eyrað að þetta viðkvæmt, en það má einhvern veginn ekki, við erum einhvern veginn að koma í veg fyrir það að poppa þetta upp. Við lifum í þessu sveiflu samfélagi, við lifum þar sem fjölmiðlar selja sjálfa sig út á fyrirsagnir og fyrirsagnar þurfa að vera í hástígi til að seljast. Þannig að við megum ekki dansa þar með. Þannig að reynum með einhverjum hætti að draga ögn úr umræðinni og það sem allra best, það að nota þá aðferð sem mér fannst hafa verið notuð forðum þegar við vorum að ráða bug
á eða draga úr reykingum meðal unglinga, þar sem allt í einu föttuðu menn að ráðið var ekki endilega að vera svona háalvarlegur og koma með ljóta krabbameinsmyndir, heldur að gera lítið úr athæfinu. Það verður vond lykt af þér, það er vond lykt út úr þér, þú bara hlægilegur, það reykur allt í kringu, þetta er hlægileg bara staða sem þú ert að setja því, það lyktar allt illa í kringu því. Þannig að það var svona færast lág og létta strengi, þetta er nákvæmlega sama og verandi Bandaríkjaforseti er núna að nota að svona sýna fram á fáfengilegheit og hvað þetta er í raun og veru kjánalegt athæfi. Reynum að gera þetta svona heimskulegt með einhverjum hætti. Þetta gerðum við heldur með sama hætti þegar var verið að reyna að draga úr unglingadrykkjunni, að þar var svona fara út í hvað menn urðu eitthvað. Já, gátt vorði bjánalegir í allri hegðan, tala nú ekki hver áhrifin urðu á íþróttaiðkun ungmenna, en allavega ég er ekki að draga úr alvarleik þessa sem við erum að ræða, bara að við förum ekki alveg á fullu í hástig með þetta, heldur að draga upp hérna fáfengilegu og hérna bjánalegu mynd af þessum sem náttúrulega er ekki bjánaleg þegar vopnin er beitt á annan mann, ég veit það, þannig að ekki skilja þetta þannig. En allavega, takk fyrir umræðuna. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, að þakka bæjarfulltrúum fyrir góð umræðu grafalvarleg mál. Og bent á fullt af hlutum hérna sem við getum gert betur og hvað við erum að gera vel. Ég ætla bara að minna á mikilvægi leik, grunnskóla og framhaldsskóla í þessum málum, þess að við vit flest þá er starfandi nemendaráð í leik og grunnskólum sem ég hef reynslu af sjálfur. Þar er lykil þáttur oft í lífi barna. Það eru teknar stórar ákvarðanir framtíð og foreldrar kallaðar á fund og við heldum að þurfum að styðja betur við skólastjórnendur í þessum málum, bæði leik og grunnskólum. Ég held svona með að við neikvæða umræðu grunnskóla þá gleymist oft vinna sem fer fram innan veggja grunnskólana. Og ég man bara eftir því sjálfur hversu mörg erfið viðtölum á tók við foreldra jafnvel hnífabörð, eineltismál og fleira ofbeldismál. Og ég held að fólk bara almennt út í bæ átti sig ekki á því hversu mörg mál skólastjórnendur taka að sér á hverju skólári. En hins vegar er umræðan góð, en hún þarf að vera rétt, hún þarf að vera að vanda sig og þetta er rosalega viðkvæmt umræðefni. Til dæmis bara í blaðinu í gær var 6 ára börn í grunnskóla í Mosfellsbæ. Mannanemandinn ætti að fjarlægast af hinn ekki og það eru allskyns mál sem að koma inn í leik- og grunnskólum sem hafa verið mjög lengi, í mörg ár. En ég ætla að taka undir þessa bókun, við munum taka þetta fyrir í fræðsluráði og munum hvað getum við gert betur. Það er alltaf hægt að gera betur. Það er ekki spurning. Við getum gert betur í öllum þessum málum, við getum stutt betur við félagsþjónustuna, við getum hjálpað félag og grunnskólunum og leikskólum að vinna betur saman og oft höfum við talað að þessi viðkvæmi aldur milli 16 til 18 ára sé erfiðastur. Hann virðist gleymast oft. Fór mikið aðhald í grunnskóla og síðan fyrstu árin í framhaldsskóla þá. Það er engin tilviljun að stærsta deildin í VFMA er deild fyrstásnema sem heitir stóðdeild. Það eru nú örugglega bara ótrúlega margir kennari. Ég held að Sunna getur hjálpað með hvað hún heitir svo deild í VFMA. Svo er alltaf að stækka, ekki satt. Þannig að það eru breytti tímar en allavega ég skil alveg meininguna hjá bæjarfulltrúa Jóni að bara passa umræðuna þetta en samt sem áður er alveg nauðsynlegt að taka hana en á réttan hátt og styðja við til dæmis forvarnarteymi bæjarins og fleira. Þannig að bara enn og aftur takk fyrir að taka þetta málumni hér svona bæjarfulltrúa. Það var bæjarfulltrúi Heimir
Örn Árnason lokið máli sem næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka fyrir öllum sem hafa komið hérna upp og rætt þessi mál, bara ofsalega góð umræða hérna sem á sér stað. Bæjarfulltrúi Lára Halldóra kom einmitt inn réttilega á að hvert hlutverk landshlutasamtaka og að það sé þá bara einhvers konar samræði vettvangur og þá verðum við líka þá bara átt okkur á hlutverki okkar sem stóra sveitarfélagið. Hvaða hlutverk við ætlum að taka í þessum og ágætt að ræða það þá í framhaldinu. Hilda kom inn á mikilvægi þess að styðjast við gögn, alveg sammála því og nota viðurkenndar aðgerðir í forvörnum og við sáum til dæmis í síðastaldi skólapúlsi að líðan stúlna í 10. bekk að hún væri góð var 44% 2018 og kom niður í 20% núna 2022-2023. Þannig að við höfum þessi gögn sem að við verðum og ég alveg sammála að því að ég þarf alveg að stoppa mig að fara að ræða ýmislegt sem maður veit, skiljið, og það þekki við sem erum foreldrar unglinga eða vinnum með börnum. Við vitum rosa margt. Við vitum dálítið mikið hvað er að gerast hérna út í sveitarfélaginu og hver þróunin er. En kannski ekki vettvangurinn hér til að taka þá umræði. En einmitt, við þurfum samt að hafa eitthvað gögn til að styðjast við í því. Bæjarfulltrúi Jón, ég skildi hvert var að fara, þó ég kannski ekki alveg sammála allri nálgun á því, en ég kom einmitt inn á þetta, við verðum líka að passa umræðuna og það held ég sem við tökum úr því sem þú varst að segja er að þú veist, fjölmiðlar verða að passa sig og einn drengur sagði við mig, betur þar ég þá ekki bara fara að ganga með hníf? Fyrst það allir konum með hníf, skiljiru, og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum líka að pæla í, sko. Hvernig umræðan þetta og þú nefndir viðveru og gera eitthvað annað og það líka til dæmis einn aðgerð sem getur farið í að það er bara að reyna að auka samveru fjölskyldna á einhvern hátt, sama hvernig við getum gert það. Og ef það gengur ekki strax þá erum við bara megum ekki gefast upp, að það er líka hlutverk okkar. Hvort að við getum komið á einhverjum sáttmála bæði með líka notkun og símum með foreldrum nákvæmlega eins og við gerðum með útvistatíma sem tókst svo vel. Ég er alveg hjartalega sammála Heimi, bæjarfulltrúa Heimi, að umræðinu grunnskólan svíður. Hún svíður bara dálítið mikið og ég held að allir sem vinna í grunnskóla sé farin að upplifa það og ég sem kennari upplifi bara að mér finnst þetta oft á tíðum óvægin umræða. Og algjörlega sammála bæjarfulltrúa Heimi að það er okkar að styðja við þetta starfsfólk sem við höfum eins og félag og fleira sem að við vitum og við sérstaklega við sem vorum í bæjarpólitík á síðasta kjörtímabili að við vorum dálítið að sauma vel að alls konar úrræðum þá og það er bara spurning hvað varð þau. Þannig að við verðum bara að passa að þetta sé til staðar. Úrræðin að við getum hent endalaust peningum í málastjóra en þeir geta ekki bjarga barninu einu og sér fyrir. Það verða að vera ykkur úrræði til staðar. En varandi til dæmis bara umræði menntamál, ekki það ég ætla að fara inn í það, en auðvitað tengist þetta allt saman. Líðan barna og staða þeirra í grunnskóla. Það hlýtur að vera eitthvað samansammerki þarna. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu orðið er laust. Þegar fleiri hafi ekki hvað sér hljóðs þá segi umræður lokið og ber upp bókuna sem bæjarfulltrúi Sunna las sér upp í upphafi þess að geta samþykkt það. Það eru 11.